Óhorfið í gegnum þessar útsettingar búið að auka gríðarlega mikið og við erum búin að fá mikið viðbrögð og við erum rosa þakklátt fyrir það, fyrir þá sem að láta okkur vita að þið eruð að fylgjast með og annað. Vorum á samkomu, eða síðasta samkomu sem ég var á fyrir áramót, ég var ekki með síðasta, þá voru 3 nýjir einstaklingar á samkomu sem voru að koma í fyrsta skipti og voru búin að vera að fylgjast með okkur lengi á netinu. Þakkláttur fyrir það og við erum bara sem kirkja þakklátt fyrir þetta fólk sem að sýna okkur stöðning og sýna okkur að þau að kunna meta það sem við erum að gera. Takk fyrir það. En við skulum rísa á fætur og leggja þessa stund í Drottins hendur og þetta ár. Við trúum því að þetta verði bara gott ár, það ekki? Ákaflega. Þannig að við skulum bara biðja örstutt saman. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman og lyfta upp þínu nafni, Drottinn. Okkur langar til þess að lofa þig hér í dag, Drottinn, og segja þér með tónlist og með orðum og upplyftir hönd, Drottinn, að við elskum þig og erum þakklátt fyrir það sem þú gert fyrir okkur. Ég biði í Jesú nafni, Drottinn, viltu blessa alla þá sem hér eru, alla þá sem að fylgjast með á netinu, Drottinn. Ég biði í Jesú nafni að þú snerti við einum á sérhverjum og þeir sem að horfa, bæði þeir sem eru hér og þeir sem að horfa á netinu, Drottinn, fái það sem þeir þurfa hér í dag, Drottinn. Þeir sem að kalla á þig, Drottinn, ég veit þú svarar þeim í Jesú nafni og það svo mikilvægt, Drottinn, að þegar við hleypum þér inn að þá kemur þú, Drottinn, í Jesú nafni. Og ég biði í Jesú nafni, viltu blessa, Drottinn, tónlist, viltu blessa, Drottinn, þá sem að þjóna hér í fyrirbæðinda þjónustu, viltu blessa þá sem að þjónusta hér á Drottinn í hljóði og í útsettingum og Drottinn, bara alla þá sem að þjóna hér fyrir Halldór, Drottinn, þegar hann talar, ég biði að viltu blessa hann, Drottinn, og smyrja hann í Jesú nafni, Drottinn. Og ég biði fyrir þessu ári sem við erum að stíga inn í, Drottinn, með þetta verða blessunarríkt ár, Drottinn, fullt af, Drottinn, lækningu, leysingu og lífi, Drottinn, og nýjum tækifærum fyrir alla í Jesú nafni. Og allir líðurinn sagði, Amen. Trúið því geta verið ár blessunar og lausnar í Jesú nafni. Má ég heyra með? Amen. Við verðum að tala það út. Það líf og dauður á tunguna valdi. Við verðum svolítið að eigna okkur það með því að tala það út og segja bara já og amen, svo skal það vera. Það verður líf og það verða ný tækifæri á þessu ári fyrir okkur öll á jákvæðan hátt. En við ætlum að lofa okkur saman. Við ætlum að spila gamalt restlag og endilega bara tökum þátt. Það er í lagi að klappa og það er í lagi að syngja með og það er í lagi að hoppa og lyfta höndum og gera allskyns. Amen. Drengir og stúlkur. There ain't no secret what God can do. What he's done for others, he will do
He can do anything. He can do anything. I know my God. I know my God. He can do anything. He can do anything. Oh, he's got the power. He's got the power. Oh, he's got the power. He's got the power. He's got the power. He's got the power. My God can do anything. 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 Hann megnugur að gera allt. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Mér finnst þess að ég sé ekki alveg vöknuð á nýja ári. Þetta allt að koma samt. En hann megnugur að gera allt. Má ég heyra amen? Halleluja. Við þurfum að segja það eins og við trúum því, sko. Hann megnugur að gera allt. Má ég heyra amen? Þetta alveg að koma. Ég sagði hann megnugur að gera allt. Hann megnugur að gera allt. Halleluja. Takk Jesus. Það eitthvað við það að játa hlutinu út. Það bara eitthvað við það. Það eins og það fyllir beinin bara af nýju blóði og nýjum krafti. Má ég heyra amen? Er það ekki, Beggi? Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus. Textinn í þessu lagi fjallar nákvæmlega það sem að hann gerði á krossinum og ástæðan fyrir því að við erum hér í dag og höfum það sem við höfum nákvæmlega það sem að kemur fram í þessum texta. Hann var það synd fyrir okkar sakir á krossi, tók hann á sig, dó fyrir okkar syndir og reis upp og vegna trúarinnar sem við eigum á hann, Jesú Krist, þá erum við hólpin. Má ég heyra með? Halleluja. His righteousness, he humbled himself and he carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, his blood the wine, broken and poured out for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing. Come on, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel,
Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. The light of the world, Jesus Messiah, name above all names, yeah. Blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all, Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah, Lord of all. Halleluja. Takk Jesus. Mér finnst svo gaman að syngja þessi lög, halleluja. Ég veit að við erum segum að við syngjum svolítið mikið á ensku, en eins og þetta lag, mér finnst textinn, hann er bara, meðan ég er að syngja það, þá bara er ég að hugsa þennan texta og mér finnst það svo magnaður, að þetta er bara eins og ég var að segja í byrjun á laginu, þetta er bara fagnaðarerindi í heild sinni. Má ég heyra með? Halleluja. Jesús, hann er Emmanuel, hann er Guð með oss, og vegna þess að við eigum hann, þá erum við það sem við erum í dag. Og við höfum aðgang að himnaríki raunverulega í gegnum nafni Jesú Krist. Halleluja. Þetta nafn Jesús, þetta er fallegasta og öflugasta nafn sem hægt er að taka sér yfir varirnar. Það er ekkert nafn sem hefur þennan sama kraft og hefur hæfileikan og eiginleikan til að gera það sem þetta nafn getur gert. Talað inn í kringumstæður, þá getur það brotið niður hlekki, það getur komið lækningu, lausn inn í kringumstæður sem að við eigum ekkert svar við, og hefur svo margoft gert það í mínu lífi og okkar lífi, og ég veit að það eru svo margir sem sitja hér í dag og eru að hlusta sem vita þetta, og við þurfum að segja öðrum frá því. Nú er umræða í gangi hvort að hvað á að gera við kristinfræði í skólum, og ég segi við þurfum Jesú inn í skólan, við þurfum Jesú inn í börnin okkar. Við megum ekki láta þessa arleið sem við eigum hverfa. Halleluja. Og við þurfum að biðja fyrir því. Ekki með valdi, heldur með mildri hendi hans, má ég heyra með. Og fyrir bæn. Og við tölum það út í Jesú nafni. Megi bara drottinn Jesú Kristur fá að vera yfir land og þjóð okkar í Jesú nafni. Þá veit ég að það mun allt vera gott. Má ég heyra með? Halleluja. Þetta nafn, Jesús. Þetta er svo fallegt nafn. Halleluja. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High.
The heavens is roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Synger sammen. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Halleluja, Jesus. Takk fyrir nærveruðina, drottin. Halleluja. Við viljum meira af þér hér í dag, drottin. Við viljum bara lofa nafn þitt, drottin. Vertu velkomin inn. Og heilagur andi, við bara bjóðum þig velkomin. Við byggjum þig, viltu fylla hvern krók og kíma hér af þínu heilugu nærveru í Jesu nafni. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. I left my fear by the side of the road.
hear you speak, you won't let go. Fall to my knees as I lift my hands to pray. God, every reason to be here again. Father's love that draws me in, and all my eyes want to see is a glimpse of you. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. One more day and it's not the same. Your spirit calls my heart to sing. Drawn to the voice of my Savior once again. My soul without you, Lord, you gave your life to save the earth. Rest in the thought that you're watching over me. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord, is you. All I need 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 is you. All I need, yeah, all I need is you. You hold the universe, you hold everyone on earth, you hold the universe, you hold, you hold, you hold the universe, you hold everyone on earth, you hold the universe, you hold, you hold, you hold the universe, you hold everyone on earth, you hold the universe, you hold. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you.
is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. Halleluja. Takk Jesus. Allt sem við þurfum þú, drottinn. Halleluja. Allt sem við þurfum þú, drottinn. Halleluja. Elsku drottinn, við bara bjóðum þig velkomin. Nýtt ár, nýtt upphafi, drottinn. Þú ert hér mitt á meðal okkar, drottinn. Ég bið að vinna verkið sem þarf í okkur, drottinn. Bæði hér í dag og inn í þetta ár, drottinn. Opnaðu þær dyr sem þarf að opna, drottinn, og lokaðu þeim dyr sem þarf að loka, drottinn. Og gefðu okkur visku til þess að greina á milli, drottinn. Halleluja. Til að ganga inn þær dyr sem eru góðar fyrir líf okkar, drottinn. Og drottinn, við erum ekki að banka eða rífa upp þær sem eru ekki góða, drottinn. Að við heyrum frá þér og við förum eftir þínum leiðbeiningum, drottinn. Að við séum, drottinn, með augun á þér og þú beinir okkur, drottinn. Því að þú ert hér, halleluja. Þú ert að vinna mitt á meðal okkar, drottinn, halleluja. Þú ert að vinna í okkur og þú vilt klára það verk sem þú hafið í okkur, drottinn. Í Jesú nafni, drottinn, halleluja. Halleluja. You are here, moving in our midst, and I worship you, and I worship you. You are here, working in this place, and I worship you, and I worship you. You are here, moving in our midst, and I worship you, and I worship you. You are here, working in this place, and I worship you, and I worship you, yeah. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart, and I worship you, and I worship you. You are here, healing every heart, and I worship you, and I worship you. You are here, mending every heart, and I worship you, and I worship you. You are here, turning lives around, and I worship you, and I worship you. Come on. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see you are working, even when I can feel it, you're working. You never stop working. You
never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, in the darkness, my God, that is who you are. You are here, working in our midst, and I worship you, and I worship you. You are here, turning lives around, and I worship you, and I worship you. You are here, mending every heart, and I worship you, and I worship you. And you are here, turning lives around, and I worship you, and I worship you. Halleluja. Takk Jesus. Þetta lag kom til okkar, við fórum að taka þetta lag fyrir svona seinni hlutan á síðasta ári og mér fannst ég finna bara breytingu í andrúminu í kirkjunni þegar við fórum að syngja þetta lag saman. Halleluja. Þetta svo góð lofgjörð og það svo mikið sannleikur í þessum texta. Þessi þriðji kafli sem við fórum að syngja hérna áðan, hann hættir aldrei vinna. Jafnvel þegar við finnum ekki hann að vinna, að þá hann að vinna. Má ég heyra með? Oft hann að vinna verk sem að við höfum bara hreinlega ekki getu til þess að sjá eða haust til þess að skilja, en hann að vinna. Það ekki eins og að því að þú tókst eitthvað smá hliðaskref eitthvað, hann bara púff, hvarf. Það ekki þannig. Halleluja. Hann alltaf til staðar og hann ætlar að klára það verk sem hann hóf. Það ekki rétt, Halldór? Amen, halleluja. En áður en að Halldór kemur og tala til okkar, þá ætlum við að taka samskot. Mér langar að biðja tjáknarna að koma fram. Það gott að gefa. Það engin skylda að gefa, alls ekki. Fólk á ekki að líða illa ef það getur ekki eða vill ekki. En það gott að gefa hins vegar. Og það eitthvað sem að maður leysir úr læðingi þegar maður gefur. Og það bara hábiblíulegt. Og þess vegna lítum við á það að taka svona samskot sem ákveði tæki fyrir blessun. Og við segjum ekkert meira það. Við skulum bara biðja fyrir fórninni og stundinni áframhaldandi. Halldór ætlar að tala til okkar. Biðja þess að hjörtu okkar verði Drottinn réttur farvegur fyrir það sem hann hefur að gefa okkur og að Drottinn tali í gegnum hann til þess að koma inn í það kringumstæði bæði fyrir þá sem hér eru og þá sem eru að hlusta í gegnum netið. Drottinn, ég bið þig, þessi fórn, við leggjum hann í þínar hendur, Drottinn. Við biðjum að þú blessir hann á þessa kirkju áframhaldandi, Drottinn. Ég bið þig, elsku Faðir, viltu
Viltu blessa einn og sér hvernig þetta drottin? Viltu blessa Halldór þegar hann tala og eyra okkur á hjörtu til að taka á móti því sem hann hefur að segja í Jesú nafni. Amen. Það eru pósar fyrir aftan. Þarna út í horni. Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. The sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, 'cause I believe what you say. That matters now is everything you think of me. You, I find my worth in you. I find my identity. Oh, 'cause you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, 'cause I believe what you say to me. I believe. Taking all I have now and I'm laying it at your feet. 'Cause you have every failure, God, and you have every victory. Oh, 'cause you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, 'cause I believe
Hallelujah. Hallelujah. 'Cause I believe. Hallelujah. Halldór. Komið. Já. Það var svona þetta lofa drottin, er það ekki? Gleðilegt ár. Og takk fyrir liðna. Við væntum mikils þessu árið, ekki? Ég gera það allavega. Já, ég líka. Já, ég var að tala hann í samhjálpundaginn og kom í hug minn þá þegar ég var að tala þar með þetta ár 2020. En svo þið viti kannski að fullkomin sjón á augunum okkar er kölluð 20/20 sjón. Fær til augalæknis og hann mælir sjónum hans, eða með 20/20 sjón, sem því að þau eru alveg fullkomin. Þessi tvö. Og er það ekki eitthvað sem við getum nýtt okkur svona sem tákgrænt fyrir þetta ár 2020 að vera ekki bara með góða sjón með augunum okkar, þeim ytri, heldur líka góða sjón hið innra. Og mér langar aðeins að hvetja ykkur þá veruna í dag bara fyrir þetta ár að skerpa ákveðnum hlutum innra með þér. Að þú náir þér í 20/20 sjón inn í þér. Það ekki? Vegna þess að, sum okkar eru kannski með 20/20 sjón í hinu ytra, en við höfum litla sýn hið innra. Og sjáum lítið hið innra. Bíðum meira sér frekar eftir að Guð tali hið ytra heldur hið innra. Þó hann segi, ég mun aldrei framar búa í húsi gerða mannahöndum eftir þetta, ég mun bara búa í hjörtum mannana. Sjálfur lifi ekki framar heldur lifi Kristur í mér. Þannig að hvar er hann? Hann er alltaf í þér. Svo einhvers staðar þegar við að læra að hlusta og skoða og sjá inn í okkur. En áður en ég fer í nokkur af þessum versum sem ég langar að lesa þar, þá langar mig að lesa að því að Lofgjörubandið var að taka svo góða kafla hérna áðan. Þeir tóku mér annars þetta hérna. Það var vitlaus í bréfi, Ég hef getað að lesa það en ég hef ekki fundið það sem ég var að leitað. Já, við finnum við það á næsta bréfi. Er ekki Beggi hérna? Ei, Beggi minn. Þú ætti ekki að koma úr langferð eða reisu eða eitthvað. Ég er að segja það annarkvort. Matur er mjög hollur þar eða þú er bara ekki, þeir eru ekki þótt á góður. Þú ert að hverfa frá okkur, drengur. Hvað er árið það er? Hvað er að gera? Þetta er ekki matur góður þarna suður frá? Er hann bara svona hollur? Gott. Já, nákvæmlega. Heyriði mig. Hérna er þetta. Í 2. Korintubréfi. Við sungum þetta áðan. Og nú ætlum ég að lesa þessi vers. Við erum því erindrekar Krists, eins og það væri Guð sem ámyndi þegar við ámunum. Við biðjum í Krists stað, látið sættast við Guð. Það er boðskapur okkar til heimsins, boðskapur okkar til borgarinnar okkar, til landsins okkar, til heimsins. Látið sættast við Guð. Það er ekki að flókja boðskapurinn okkar. Og það er bannað að hnýta eftir. Ef þú gerir það ekki að fyrir til helvítis. Of lengi hafa kristni menn hnýtt því aftanuð. Við erum svona að benda fingri. En það er ekki það. Hlustið vel á það sem hann segir. Þú átt að vera erindreki Guðs. Þú átt að segja, látið sættast við Guð.
Þann sem, þetta sungum við einmitt á hann, þann sem þekkti ekki synd, Jesús Kristur, hann var gjörður að synd vor vegna til að vér skildum verða réttlæti Guðs í honum. Mér langar aðeins að staldra við þetta, því þetta er öfulega, ég ætla ekki að lesa þetta vers, en þetta er alveg, varstu búin að finna það, henda því upp? Það kom, já, hann er það. Så þetta er öfulega inngangurinn inn í sjónin okkar, innri sýnina. Hann, Jesús Kristur, var gjörður að synd. Þetta eigum við tiltölulega auðvelt með að samþykja og finnst, já, ok, hann tók sem sagt synd okkar á sig. Og við bara hrósum happi við því og gleðumst yfir því og lofum drottinu við því. Ekki satt. Seinni parturinn, þessi hérna, hann var gjörður að synd, það ég eftir hann ekki bara tók syndina, hann varð synd. Þetta er náttúrulega, ég verði aðeins að staldra þetta, ég sá bara augunum á sumum ykkar. Já, nákvæmlega, hvað er að gerast? Hvað er? Förum bara að sé yfir þetta, bara til að einfalda þetta. Því þetta er flókið, þetta er einfalt en samt flókið. Það er að segja, þetta er svo stórkostlegt, þetta er svo mikið, það er svo erfitt að ná utan um það, að því litir er flókið. En það er mjög einfalt að þú fattar það, eins og allt, þegar maður fattar það. Kristur er í himninu hjá föðurnum, algjörlega hreinn, algjörlega réttlátur, algjörlega hefur, ekki skuggi í lífans. Hann fæðist á jörðina, hreinn maður, honum tekst með hjálp Guðs og krafti Guðs að lifa hreinu lífi í gegnum jarðríki eða tímabil sitt á jörðinni. Sem að engin maður fram að því hafði tekist að gera. Það er að segja að hann var syndlaus þegar hann dó 33 ára gamall eða svo. Þá hafði hann ekki gert neitt rangt. Vel af sér vikið. Og þú segir kannski, já, betur, hann var áður hjá Guði, þetta var nú auðvelt fyrir hann var Guð, sko, þetta er erfiðara fyrir mig. Gleymum ekki, Biblían segir okkur, hann lagði það allt til hliðar og varð maður eins og þú og ég, og ekki bara það, hans var freistað á allan hátt eins og þér og mér. Hann hafði möguleika á að bregðast rangt við öllum ytri freistingum sem þú og ég höfum fallið fyrir og rúmlega það. Hann gerði það hins vegar ekki. Af hverju? Vegna þess að hann heyrði og sá í hjarta sér. Hvað heyrði hann og sá? Það sem faðirinn gjörði. Hann sagði, ég ger ekkert nema sem faðirinn gjörir. Sem faðirinn sýnir mér. Og hvernig sýndi honum það? Ekki, það er enginn sem að sá Jesus gangandi út á götu og Guð föður við hliðina á honum og segja honum hvað hann ætti að gera. Svo hvar annar staðar hitt hann til þess að heyra hvað hann ætti að gera. Hann fór á bæn, hann fór snemma á mótnana upp í fjall, hann var snemma á fótum, hann talaði við Guð og stundum þegar hann var á ferðinni þá staldraði með og hlustaði. Hann heyrði og sá eitthvað inn í sér, krakkar. Þegar hann fer á krossinn, þá er synd mannkynsins sett á hann. Og ekki bara þá, sjáðu, hann var ekki bara, hann tók ekki bara syndina. Heldur myrkvaðist andi hans, hann var myrkvaður, hann varð að synd, segir Biblían. Allur dómur Guðs vegna syndar heimsins var settur á hann. Það er svaðalegt. En það dó hann ekki af krossfestingunum, krakkar, hann dó vegna syndarinnar. Syndin deyddi hann. Svo mikil var hún. Og hann sagði, Guð minn, hví hefur yfirgefið mig? Hvað er hann að kalla? Hann er að fjarlægast, hann var búin að vera í eilíðinni í nærveru föðurins. Á jörðinni tókst hann að hlusta á hann í 33 ára og gera það sem hann vildi. Síðan á krossinum, þá segir hann, Guð minn, hví hefur yfirgefið mig? Aðskilnaður hafa átt sér stað. Myrkrið sem var í þér og mér og mannkyninu átti að deyða okkur, deyddi núna hann. Og hann var fjarlægður úr návist Guðs í fyrsta sinn alla eilíð. Fyrsta sinn alla eilíð fékk hann ekki lengur að vera í nærveru föðurins eða heilags anda. Og hann deyr fyrir vikið.
líkami hans þolir ekki þetta álag. Munið þið, þetta nú ég að rifja upp hluti sem ég ætlaði ekki að gera í dag, en þetta ágætis grunnur til inn í þetta. Þeir koma að honum og hann var ekki dáinn, munið. Á krossinum þá, ef þeir voru ekki dánir þegar þetta taka á niður, þá brutu þeir fótlegginn á þeim, vegna sem þeir héldu sér á lífi með því að tilla sér á tá. Þannig að stallur sem þið voru ástíð, þá hengur ekki svona þétt í þessu og það gætu andað, lungu voru öll að fyllast af vatni og vökva og þannig að þeir lyftu og þannig héldu þeir sér á lífi og þegar þeir koma að þá sjá þeir að ræningjarnir eða afbrotamennir sikkur handar við Jesú, þeir voru lifandi. Svo þeir brjóta leggina þeirra. Það var tíðkaðist, þeir brutu bara leggina. Hvað gerist þá geta þeir ekki lengur lyft sér. Þeir detta niður, togar í og svo kafna þeir. Þeir eru köfnun bara. Lungur fylltust af vöku og þau köfnuðu. Það voru ekki naglarnir per se sem að drápuð á sjáðu. Ég var að hugsa daginn að þeir voru að telja brennur. Ég hef fengið nagla upp gegnum fótunum mér. Ég var að safna í brennu þegar ég var 8 ára eða 9 ára. Steig á nagla, var svo spenntur maður og fór alveg í gegn. Ég dó ekki. Krossinn deyðir ekki nema eftir langa kvöl. Þegar lungurinn gefa sig. Og það leiðindi hjartað. Svo kom að Jesú. Hann dáinn. Hann var dáinn. Þá strax. Hann var ekki lélegri ástandi líkamlega heldur niður tveir. Mjög hraustur. Synd mannsins hafði deytt hann. Hjartað í honum brast. Þannig að hann tekur syndina á sig. En Biblían segir, hann var gjörður af þessa synd svo þú og ég gætum orðið réttlæti hans. Þetta það sem þú og ég þurfum að horfa á. Hið fyrra að hann skildi deyja fyrir mig, ekkert mál, halleluja. En að ég leið að þetta séu umskipti, að ég fái hans réttlæti í staðinn, það eigum við svolítið erfitt með að trúa. Með öðrum orðum, hann var alltaf í návist föður að gætt komið þar inn frjálslega og tala við hann, lifa við honum, hlustað á hann, sem var að gera synd, hann aðskilinn. Við sem höfum engan aðgang að Guði föðurdum og vorum í synd okkar, við komum að krossinum og þegar hann tekur syndin okkar þá tverkur hann, það fyrir réttlætið okkar, hans yfir á okkur. Þannig að allt í einu opnast dyr fyrir okkur inn á himninum, inn á föðurnum, dagsdaglega til að hluta. Trúir þessu? Þetta dásamlegt. En allt og fáir kristnir sjá þetta í hjartanum sínu. Allt og fáir kristnir vita af þessu mér að segja. Jú, þeir vita af þessu hér, sjáðu. Kollinum á sér. En þeir lifa ekki endilega eftir því. Og hvernig veit ég það? Vegna þess að flesti kristnir lifa eftir ytri skynfærum sínum. Ef að herjar á þig, þá veistu hvernig þú bregst við. Og þú lætur ytri hlutina skekja þig alltaf oft. Ég ekki að tala það að það hrist ekki í okkur stundum þegar eitthvað gerist. Ég ekki að tala það. Ég að tala viðbröðun okkar. Þú getur ekki gert að því hvað verður á vegi þínum, en þú getur svo sannlega gert hvernig þú tekur á því. Og þá það sem þú og ég sem kristnir þurfum að líta inn og segja, ok, hvað sé ég? Sé ég mig sem syndara, sem á ekkert gott skilið, og ég enn að berjast fyrir því að eignast eitthvað gott, eða sé ég mig hafandi þegið gjöf Guðs sem hans réttlæti, ég átti það ekki skilið, en ég fékk það. Jesús átti ekki skilið syndina okkar, en hann fékk hana. Okkur eigum við svo auðvelt með að samþykja það, en ekki það að við fengið eitthvað líka í staðinn. Við fengum réttlæti Guðs í staðinn, sem að opna dyrnar inn að hásæti hans, segir Hebreabréfið. Við mögum koma þangað núna og með þessi án sektarkenndar, segir Biblían.
Þetta sýnin sem langar við fókusunum á þetta ár og ég bið ykkur, ég hvet ykkur, ég ætla bara ekki að hafa þetta langt, hvet ykkur bara til að skerpa á þessari sýn innan með okkur. Fáðu 20-20 sýn á þetta. Fáðu 20-20 sýn inn í hjartaðinu hver þú ert og hvaða réttlæti þú hefur. Það segir í Kólossabréfinu 1:26-28 að tala leyndardóm Guðs. Kannski hendir ég bara upp Kólossabréfið 1:26-28. Það talaði það að leyndardómur Guðs sé gerður opinber. Pælið þig, Guð á leyndardóm. Þetta búið að vera hulið lengi í eilíðinni hjá Guði. Ég hlusta svona þætti með honum hana Morgan Freeman tíman og eilíðina og himingeimin og ég veit ekki hvað þetta mjög fróðlegir, þetta skemmtilegir. Stundum kemur Guð aðeins inn í myndina og stundum hann bara ekkert inn í myndinni. En það mjög gaman að því. Eilífð hefur Guð verið að hugsa og geymt með sér hluti. Og hann sagði, ég ætla að fá fólkið mitt. Ég ætla að fá jarðfólkið allt sem ég hef búin að búa til að skapa og mun skapa í framtíðina og fann að hugsa þetta á þessu. Og hvað ætla ég að gera? Ég ætla að setja þeim anda minn í brjóst. Ég ætla að fá, Kólossabréfið segir, leyndardómurinn er Jesús í þér. Nýð þýðingun hennar enda segir Jesús á meðalvor, sem er allt í lagi þýðing. Betri þýðing er samt gamla þýðingin og í flestum erlendu þýðingum Jesús í þér. Það er leyndardómur. Jesús býr í þér. Og mín hvatning er að við fáum þá sýn svo sterka að þú þurfir engin andleg gleru til þess að sjá upp þetta. Ég er réttlátur. Nei, þú bara veist það. Þú samfærist, það opinberast í þér að þú átt Guð innra með þér. Munið eftir í fyrir konungabók það er þetta að mismæla sig 19. kafla 11-13 vers. Elía var búin að vinna þrekvirki fyrir spámaður Guðs, var búin að vinna þrekvirki fyrir Guð, óbúslega trúarna maður. Svo kemur kona, það getur verið góð kona en samt. Og hann hræddist hana því hún hótaði honum. Ég veit ekki með ykkur kallar, kannski hefur ykkur kona hótað ykkur og þeir bara stjálfið. Spámaður Guð sem hafði unnið kraftaverk, stórkostleg kraftaverk, varð allt í einu lafhræddur. Óttinn kom stað í hjartans. Hann fór og faldi sig. Guð lét hann náttúrulega ekki til friði. Sagði, hvað er það að gera hérna? Og kom eitthvað svona svör við því. Og hann fór fram eða út úr hellinum og var að leita Guðs. Og það segir að það hefur komið vindur, kom stormur, það kom jarðskjálfti, það kom eldur, svakalega náttúruheit. Bara, þú veist, í morgun var í Borðabungu 5 stiga Richter jarðskjálfti. Það er nokkur hressi jarðskjálfti, 5 stig. Eftir gos. Það er blað. Sjáu til, spámaður Guðs er þarna og hann er að reyna að heyra í Guði. Og jörðin hristist. Og svo segir, en drottinn var ekki í því. Svo kom vindur og stormur og hávað og læti og allt feyktist til og frá. En drottinn var ekki í því. Hann var ekki fyrr en svo kom hljóðlát, lítil rödd inni og hann heyrði. Þú sérð Guð og heyrir í Guði inni í þér. Ég get aldrei sagt þetta nógu oft. Guð er jú bæði Guð utan hjartans og innan hjartans. Hann gerir hluti utan við okkur að sjálfsögðu. En hans samskipti við þig og mig eru fyrst og fremst inn í okkur.
fyrst og fremst. Vandamálið að við kunnum og höfum svo lítið notað það að hann verður stundum að koma utan og hrista okkur. Hvað er þetta að gera, Halldór? Sorry, var ég ekki að hlusta? Nei, þú varst ekki að hlusta. Hann þarf stundum að koma og aðeins banki okkur vegna þess að við erum bara ekki með á nótunum. Sem betur fyrir gerir hann það. En hann þráir, hann elskar það að fá að tala í hjartanu þínu. Og það er ákveðin kunst. Það er ekki flókið, en það er ákveðin kunst að hlusta og horfa inn í. Aðalega vegna þess að þegar við ætlum að gera það, þá er hausinn á okkur á stað. Einhver ætlar að hlusta okkur, þú veist, og bara áður 2 mínútur, áður 30 sekúndur liðnar er innkaupalistin komin, hvað þarf að gera eftir, þú veist, og það fyrir allt annað stað. Það er þetta að róa hjarta sitt. Það er erfiðast fyrir okkur. Það er ekkert erfitt að heyra í Guði. Það er miklu erfiðara að róa okkur, svo við heyrum í Guði. Teddi vinur okkar sagði einu sinni, þetta er eins og bara, þetta er eins og útvarpsbylgjur, sagði hann, að heyra í Guði. Hérna inn í þessu herbyggi í dag er fullt af útvarpsbylgjum. Þú veist, sjónvarpsbylgjum, útvarpsbylgjum, það er alveg flegi ferð hérna inn í þessu húsi, eins og alls staðar reyndar í kringum okkur. Ef ég væri hérna með útvarpstæki og stilt inn á FM 90 og eitthvað, 3 og eitthvað, þá myndi ég heyra sérlega í Rás 1 og eitthvað svona, ég myndi ná inn í þessu útvarpsbylgjur. Ef ég er ekki að stilla rétt, þá fara það fram hjá mér. Þá verða það kannski mestalagi sem suð. Og hve margir kristnir hafa ekki suð í hjartanu. Það vantar að taka loftnetið. Hið andlega loftnet hjartans og stilla inn. Svo þegar bylgjan kemur með rödd Drottins, það heyrur. Þannig að það er ekki vandamál að heyra, vandamál að stilla. Eru með? Svo mín hvatning er að við stillum. Mín hvatning er að við æfum okkur þetta ári 2020 og fáum okkur 2020 sín og sjón í innara líka. Þannig við heyrum og við sjáum. Síðast að ég ætla að nefna í þessu sambandi áður við brjótum brauðið saman í sig búið að segur þegar við brjótum brauðið á eftir og neytum þessar kvöldverðar þá læknar Guð. Hann mun lækna þig. Síðast sem ég ætla að nefna með þetta að hlusta og sjá. Ég nefndi þetta líka þarna í samhjálp með Pál Postula. Hann heit Sál fyrst eins og munið. Prestlæruð maður, rómverskum ættum meðal annars, háttsettur. Þannig að þegar þessi öfgahópur kristnir, Jesús var dáinn og þeir voru, þeir stálu honum bara og ég gerði eitthvað, þeir eru bara með mótlæti mótróa og þá fer hann auðveldlega til æðsta prestins og prestana og segir, má ég taka þá? Og hann var bara leyfi. Hann var bara leyfisbréf að ásækja kristnu kirkju. Svo hann fyrir stað. Og það var ekkert verið að setjast niður og reyna að snúa til trúar. Hann bara tók þá og drap þá. Bara ef við ekki látið hætti svona. Og svo tók hann á lífi. Og hann tók á lífi aftur. Þeir flúðu. Kristnimenn þurftu að flýja strax í byrjun þegar voru ofsóknur að hendu þeim af hendi Sál. Svo er hann að ferðin einn daginn eins og þið vitið. Og það kemur bjart ljós af himnum. Hann blindast. Sál, hví ofsækirðu mig? Hver ert þú, Herra? Hann heyrði bara rödd. Þeir sem voru með hann heyrðu líka rödd, segir. En þeir sáu ekkert. Ég er Jesús sem þú ofsækir. Á þeirri stundu sá hann að sér. Á þeirri stundu iðraðist hann. Í 3 daga var hann blindur. 3 daga. Ég er alveg, það segir ekki, en ég er samfærum það að ástæðan fyrir Guð blindaði maður að hann þurfti að sjá með hjartanum. Það segir ekki, ég meina, heldur að Guð get ekki byrst fólk að gera þau blind? Jú.
En þá hefði hann haldið áfram að lifa úr húnum ytri skilyrðum og ytri skilningavitum. Í staði þess að hann blindast og hann hefur ekkert. Hvað hefur þú blindur? Þá skerpast þín innri augu. Önnur skilningavit skerpast, segja allir þeir sem hafa með sjón. Þau verða næmari. Guð þurfti að tala við Pál þennan tíma. Hann þurfti að segja hann ákveðna hluti. Og hann notaði blindans til þess að gera það. Ég er nokkuð viss það. Ég ætla að spyrja Palla þessu því hittan. Ég er nokkuð viss það. Hann hefði ekki meðtekið allt þetta ef hann hefði haldið sjóninni. Hann hefði ekki eitthvað af því. Ég er ekki að tala að hann hefði ekki orðið kristinn, en hann hefði ekki náð öllu því sem að Guð sagði við hann á þessum 3 dögum. Og þegar hann rís upp og fær sjónin aftur gegnum kraftverkreindar. Já, þið að lesa þessa sögu, þetta er í Póstólasögunni. Þetta er mjög skemmtilegt. Og þegar Guð kallar annan mann, sjáðu, og lætur hann koma til Palla og Páls eða Sál sem var þá, og síðan beitti Guð nafninu hans í Pál. Og allt þetta Guð að vinna og tala, og enginn í ritningunni tala meir það að heyra og sjá og hafa Kristið innra heldur Pál Póstuli. Hann lærði þessa leksíu strax. Hann lærði hana strax. Lífið í Guði er dásamlegt. Og þið viti alveg hvað ég er að meina. Ég er ekki að tala um það að það megi aldrei hafa neitt svona ytra skemmtilegt í Guði. Auðvitað má það. En lífsuppsprettan, segir orðskviðnir, uppspretta lífsins í þér er í hjartanu. Þess vegna áttu að varfiða hjartað þitt umfram allt annað. Amen. Faðir minn, við þökkum þér fyrir þetta dásamlega orð þitt, Drottinn minn, sem er lífbreytandi, og ég bið að við öll, Drottinn, á þessu nýja ári 2020 að við mættum læra og ákveða og einsetja okkur að okkar innri sýn muni skerpast, okkar innri sjón, okkar innri augu muni sjá betur, okkar innri eyru muni heyra betur. Því þú býrð innra með okkur þar sem þú hefur réttlætt okkur, og við erum réttlæti Guðs í Kristi. Við þökkum þér fyrir það, Drottinn minn. Þökkum þér fyrir það. Og þakka þér, Drottinn, fyrir það að þú snerta fólk núna þegar við neytum að kvöldmáltíðar saman, Drottinn minn. Brauð lífsins, líkamið þinn. Drottinn minn, fyrir þína benjar erum við heilbrigð. Og við með að greina líkamið þinn rétt, og líkamið þinn var sundur marinn, sundur kramin fyrir okkur. Vegna líkama þíns eigum við líkamlega lækningu. Vegna blóðs þíns, Drottinn minn, sem var útelt fyrir okkur, eigum við réttlætingu og aðgang að himninum. Við höfum aðgang vegna þess að blóðið er blóð þins nýja sáttmála í kærleika þínum. Drottinn, ekkert er eins dýrmætt eins og þetta, og við þökkum þér fyrir það að þú gefur okkur þetta. Þetta er gjöf frá þér. Og Drottinn, núna þegar við neytum af, þá bið ég og treysti snertingu þína. Má sjá, þú réttu bara hönd örstuð ef er einhver að hrjá líkama þinn, ef þú ert veikur, verkir, einhver að einhver staðar. Ok, gott. Það er ekki gott minna, en það er gott að sjá. Hendur þér að segja, trúið því að Guð muni lækna núna. Amen. Halleluja. Ég var að taka þetta svona. Halleluja. Fá samkomu þjónana bara. Já.
Og við tökum upp mótið þessu þannig, elskurnar,